Þegar að listamenn leggja land undir fót, þá reynum að stundum að sæta færis og kippa þeim inn fyrir dyrnar og spyrja þá spjörunum úr. Hann Elvar Logi Hannesson kominn nú þegar úr peysunni. Við erum búin að spjalla það mikið. Já. Sæl blessaður, velkominn. Já, þakka fyrir. Gott að sjá þig. Já, sömuleiðis. Heyrðu, hér þú ert holdgerfingur Kómedíuleikhússins eða einn af nokkrum. Já, ég bara vinnumaður. Þú ert starfsmaður á plani. Já, ég það bara. Erum við það ekki öll? Jú. Já. Jú. Það gott að það er nefnilega jafnarhugsunin er okkur helst til heilla, held ég. Já, absolutt, sko. En Kómedíuleikhúsið. Já. Þú ert búinn að framleiða Guð má vita hversu mörg verkefni á ykkar líftíma. Hvað þetta orðin? 40? Við erum núna að ferðast með nýjasta verki okkar. Já. Sem heitir Tindóttarnir. Akkurat. Og það í verkefnaskráni númer 51. 51? Já. Vá! Þetta er aftalega vitleysa. Hvenær störtuðu þið hjónin Kómedíuleikhúsinu? Sko, við byrjuðum á síðustu öld 1997 í Reykjavík. Ok, aldarfjórðungur, þetta eru að jafnaði 2 verkefni á ári. Já. Í ljósi mannafla þá finnst mér það nú asskoti vel gert. Já, það komu þarna nokkur ár sem voru svona, og maður fullvelvirkur, og maður sé það alltaf. Já. En nú þetta aðeins farið að vera svona eðlilegra. Nú yfirleitt setjum við bara upp eina, stundum 2 reyndar á leikárinu. Já, ok. Og þið hjónin, Marsibil, þið eru saman í þessu? Já, við erum svo heppin að hún að hafa mig í vinninni. Hún stýrir þessu öllu, sko. Já. Hún er líka galdrakona sem getur allt. Já, hún getur allt og við erum svo heppin að við erum bara góði vinir og við sofum ekki bara saman, heldur líka leikum við saman, sko. Já, það hlýtur að vera, ég meina í ljósi, þið afkastið gríðarlega, sko. Já, það er bara, ég held að það sé þetta með hafið og fjöllin og það er svo gott að búa á landsbyggðinni og skapa. Það eru mjög góðar aðstæður á Vestfjörðum til að vera með atvinnuleikhús. Þetta, sko, hef ég sagt í öll þessi ár og þó að, sko, Þetta hefur sagt við þig? Já, þetta hefur sagt við mig, sko. Er þetta mantran á mótnana? Það er gott að vinna þetta, það er gott að... Hverju mótni. Já, en þetta er náttúrulega, það er dásamlega orka. Já, það er það og við búum sem sagt á Þingeyri og erum þar með aðstöðu í gamla ráðhúsinu og þar erum við með æfingasal og stúdíó og allt mögulegt, erum að taka upp hlaðvarp og hljóðbækur og svona dótir í. Okay. Og svo erum við náttúrulega með, sko, minnsta atvinnuleikhús á Íslandi sem í Haukadal í Dýrafirði. Þar keyptum við samkomuhús fyrir nokkrum árum. Já. Og þar erum við með leiksýningar og rekum þar sumarleikhús og komast 46 í sæti þó að hafi nú stundum verið fleiri. Já, akkurat. Já, og þannig að já, þetta er alveg úrvalsgott að skapa og vinna þarna og ég mæli með því. Sko, þið hafi verið, náttúrulega félagsskráin sýnir að þið eruð að sinna, það er Jón Sigurðsson, það er Steinn Steinars, það er Gísli á Uppsölum, Gísli Súrsson, Fjallaeyvindur. Já. Og þú veist, það er óstöðar, en svona inn á milli þá detta inn sýningar eins og Tindadalið, svona barnasýningar. Já, við höfum reynda gert talsveit mikið af barnasýningum. Já. Dimmalim. Dimmalim, já. Einmitt. Og höfum við gert 2 útgáfur af Dimmalim með syngkorum leikstjórunum og það var alveg bara 2 ólíkar sýningar sem var mjög skemmtilegt með sama ævintýri. Já. Og það var mjög skemmtilegt en svo er þessi nýjasta sýning að þá datt okkur í hug, þetta er nú yfirleitt svona við eldhúsborðið heima, þá svona pæl við í svona hvað okkur langar til að gera og þá kom þetta, við höfum aldrei unnið með svona skuggabrúðu leikhús. Það höfum við bara aldrei unnið með. Þannig að það já, ok. Já, og þá sem bara, heyrðu, þá bara gerum við það. og það var bara ákveðið þannig og þá þurfti að finna einhvern samstarfsmann því við fáum nú alltaf leikstjóra. Já. Kemur nú yfirleitt á sunnan, en margir ættar að vestan. Og einstaka sinnum farið einhver til þess að leika við þig, já, veit ég. Já, það kemur. Það kemur fyrir. Já, við höfum verið svo heppin, fengum einmitt stúlku sem heitir Margrét sem að léka á móti okkur. Jú, heyrt af henni. Já, þú heyrt af henni, já. Það var mjög skemmtileg sýning. En já, þið fengu Þór Túl. Já, Þór Túlnus, við hringdum í hann og ég hafði nú bara einu sinni hitt hann á götu í Reykjavík og enda fer ég mjög sjaldan til borgarinnar, ég nenni ekki
vil bara vera út á landi, bara, það er mitt hérað og hann var bara til í þetta. Hann sagði, já, fyrir 20 árum þá prófaði ég svona skuggaleikhús. Ég man nú ekki hvernig það var, en ég er til í þetta. Það lítur að rifjast upp. Já, það lítur að rifjast upp, sko. En svo var þetta náttúrulega svolítið ferli því að þegar maður ætlar að setja upp svona stórar sýningar, þó að þetta sé ekki margir leikarar, þá er þetta mjög viðamikið og það þarf mikla stúdíu í svona að fara að gera eitthvað sem maður kann ekki. Þá þarf maður að Þetta er ekki til puttunum? Nei, þetta er ekki puttunum, Nei. Og þannig að við sóttum hjá Sviðslistasjóði og duttu sem betur fyrir í lukkupottin. Dásamlegt. Já, og þá gátum við gert þetta bara alla leið. Skeggjað, til hamingju með það er dásamlegt. Og það er bara æðislegt þegar að það gerist, sko, og þannig að Og Marspil hannaði brúður og er brúður leikari líka það ekki? Jú. Hún er svona bak við tjöldin. Og leikmyndana? Já. Og er svo ekki tengdapabbiðin að smíða og dóttir ykkar farin að hanna búningana? Jú, þetta er rétt munið hjá þér. Þetta er skynsamlegt. Þetta er bara svona fjölskyldukompanía. Já, við höldum þessu bara inn á fjölskylduna svo fáum við leikstjóra, það er eina. Já, akkurat. Það er einu sem fá að kíkja í kaffi. En við fáum nú aldeilis að njóta þinnar og ykkar listar núna jólin á N4. Já, það veit svo skemmtilega til að við gerðum fyrir nokkrum árum sýningu sem að við byggust nú við að yrði nú kannski ekki oft á fjölunum. En yfirleitt þegar maður hugsar það, þá gerist sem betur fyrir það öfuga við það. Það gerðist einmitt þegar við settum upp Gísla Sússon árið. Þá sögðu allir að þetta væri þvílík vitleysa, það var ekki þetta að gera eitthvað skemmtilegt úr Íslendingasögunum og hvað þá með einu leikara. Já, sýnduð ekki milljónustu sýninguna í Þjóðleikhúsinu eða eitthvað? Já, við höfum sýnt það er nú ekki konan nema 400. Já, ok. Já, þú ert það fór að fara að slaga upp í. Já, en svo er það þetta með Gíslana, sko, svo er annar Gísli, vestfiskur, sem hét Gísli Octavius Gíslason eða Gísla á Uppsölum. Og við gerðum sýningu hann og þá fengum við Þröst Leó, sem er líka frá Bíldudal eins og ég, til að vinna með okkur og þetta leist heldur engum á. Þetta var nú bara þvílík vitleysa og þetta myndi ekki ganga. Þú er að fara að tala við annað fólk. Það hlýtur að vera niðurtæpandi að hitta fólk sem segir bara þetta gengur aldrei, þetta er hræðilegt. Nei, mér finnst það nefnilega svo gott. Þetta er alveg svo þegar maður var krakki, sko, að þegar einhver sagði að maður mætti ekki gera þetta, þá gerir maður það einmitt. Ég skil, þetta er öfugsálfræðin. Já, ég er þar. Hún virkar vel á því. Já. Ok, þá skaltu bara halda áfram. Já, þannig að við sem sagt gerðum þessa sýningu Gísla á Uppsölum og frumsýndum í kirkjunni í Selárdal, Selárdalskirkjunni, ekki kirkjunni sem að Samúel listamaðurinn bjóð til undir alltafistöflunum sín. Nei, heldur hina. Heldur raunkirkjunni. Já, þannig að þegar þú varst svona mann og öðru hvoru megin, að þá, sko, í salnum, að þá þegar þú leist út skjáinn, að þá sástu heima Uppsölum. Þannig að þú varst að horfa og svo bara, fallegt. Og þetta var alveg mögnustund, þessi frumsýning, og maður var alveg til í það, ok, þó að það hefði bara verið þessi eina sýning, að það hefði verið gaman. En það var nú aldeilis ekki, við fórum vel yfir 100 sýningar og hann fór alla leið í Hverfisgötuleikhúsið, í Þjóðleikhúsið. Já. Og þar fylltum við húsið 20 sinnum og þá fengum við þá snilldarhugmynd, fannst okkur, að taka þetta upp. Já. Og þetta er ykkur nokkur ár síðan, eitthvað 2018, eitthvað svona kannski? Jú, ég held að passi. Já, er það ekki? Já. Og þá filmuðum við þetta, bæði á sýningu og svo tókum við svona sér upptöku fyrir þetta, því að það fann nú svolítið að vanda sig vel þegar að taka upp svona leikverk. Já. Þegar að vera að færa það yfir á skjáinn, sko. Það er vandaverk, menn það er mikið vandaverk. Þau eiga til dæmis að leikhúsið er svo mikið stund listaugnablikksins að þau missa stundum bara hjartslátturinn og púlsinn þegar þau fara í sjónvarpið, sko. Já, það er það en þá er svo heppinn að ég á góðan minn sem heitir Lýður Árnason og hann er kvikmyndagerðarmaður og svo læknir. Það er mikið verða. og konan hans sem heitir Íris, þau voru bæði í kvikmyndagerðinni og þau voru til í sem sagt að filma þetta. Já, ok. Og svo bara sendum við þetta á ákveðna sjónvarpsstöð sem hefur ekki ennþá svarað okkur. Nei, en svo er það sjónvarpsstjórinn hér sem fréttir af þessu og segir bara, á ég ekki bara að sýna þetta á? Ég sagði bara, jú. Góðu heilli fyrir okkur. Já, það vona ég. Þannig að þetta verður sko á jóladag.
Dásanlegt. Við getum strax fara að hlakka til jólana. Já, ég er rosa spenntur og smá stressaður, það alltaf þannig, sko. Í alvöru, 50 sýningur seinna, þú ert ekki ennþá farin að losna við fyririldin? Nei, ég betur fyrir ekki. En svona rétt að lokum, áður en við segjum gleðileg jól, hvoru annan. Þú ert á leiðinni austur. Já, nú erum við á ferðinni með Tindátana sem er byggt á þessari ljóðabók eftir Steinsteinar. Og við erum að halda áfram Húsavík, svo förum við áfram austur, Egilsstaði, Reyðarfjörður, Eskifjörður, Vopnafjörður og bara, við erum svo heppin bara að skoða og ferðast um landið, sko. Dásanlegt. Og svo kíkjum við aðeins suður. Já, það er snjallt. Ég vona ykkar vegna að öllum þessum helstu viðvörun sé lokið í bili. Já, við erum að vestan þannig að. Við erum öllum. Já, það er nú ekki alltaf lognið þar. Nei, svo loknægur. Já, hann er loknægur. Það geti alveg orðið lurkur í honum einhverja leiðinni, svo stendur það. Já, það er rétt. Elvar minn, takk fyrir að koma og gott að hitta þig. Takk fyrir mig. Hann er farin að halda upp á jólin og við ætlum að sjást handa við næstu skilaboð.